Í fræðslumálum í dag ætlum við að fara yfir gastæki, hvernig við umgöngumst þau og hvernig við notum þau. Það sem ég ætla að fara yfir fyrst hér, það eru kútarnir okkar. Þegar við erum að ferðast með kútana, þá þurfum við að tryggja það að þeir séu fastir, þeir velti ekki. Ýmist eru kútar með þessari grind hér sem að hlífir lokunum á þeim, og ef ekki þá eru þeim með sérstaklega hettu sem er skrúið á, og hana þurfum við alltaf að hafa á þegar við erum að flytja kútana. Annað, kútana flytjum við alltaf upp á endan. Það er sérstaklega eins og í asetilín kútnum, að það er kvoða inn í honum sem að þolir það ekki að láta flytja sig á hliðinni. Þegar við svo notum tækin, þá byrjum við á því að skrúa frá kútnum, og þá sjáum við, hér höfum við 2 mæla. Annar mælirinn sýnir okkur þrýstinginn á kútnum, sem þá segir okkur til magni sem er á kútnum, og hinn sýnir okkur svo vinnuþrýstinginn. Og vinnuþrýstinginn stillum við svo hér með þessum hnapp hérna framan á. Annað sem við þurfum að passa þegar við erum varðandi kútana, að það er að við notum aldrei neina feiti á gengjur eða samsetningar á gastækjum. Þar sem að við erum að vinna bæði með gas og hreint súrefni, og það með feiti á aldrei samleið. Gastækin eru náttúrulega, við getum verið með ýmsa spísa eftir hvað við erum að gera. Spísarnir koma í mismunandi stærðum. Á þeim stendur þá hér hversu stóri spísari þeir eru, sem er þá ætlað fyrir hversu margir lítrar eru ætlaði fyrir. Og svo erum við líka með svona spís til að brenna. Þegar við erum að skipta spísátækjunum okkar, þá er mjög nauðsynlegt fyrir okkur að það er að skoða pakninguna sem er hér neðan á spísunum. Við verðum að tryggja það að hún sé í lagi. Ef hún er ekki í lagi, þá getum við farið að fá sprengingar niður í tækin. Þá grípur bakslagslokin sem er á þrýstimingunum, þá grípur hann inni og hann lokar fyrir. En bakslagslokin er sérstaklega ætlaðir akkurat fyrir þetta. Ef það verður rof á slöngum eða kemur svona bakslag í gastækin, þá lokar hann fyrir. En einnig er hér í handfanginu á gastækjunum, það er einstefnuloki sem á líka að tryggja það að það getur aldrei orðið eða bakslag á þetta aldrei að komast niður í slöngunar. Slöngunar sjálfar eru þannig að önnur er rauð og hinn er blá. Bláa er fyrir súrefnið og rauða er fyrir gasið. Á slöngunum eru merkingar sem segja bæði til vinnuþrýstinginn, en þær segja líka til endingun á slöngunum. Á slöngunum er ártal, og það er ekki æskilegt að slöngunar verði mikið eldri heldur en 5 ára, og að við skiptum þá þær þegar að þessi 5 ára eru liðin. Þegar við erum að sjóða, þá er náttúrulega nauðsynlegt að spísun okkar sé hreinn og fínn, og til þess að tryggja það, þá erum við með svona nálar sem við notum til þess að hreinsa spísana. Það sem er rétt að gera fyrst er að slípa hér aðeins framan á spísunum. Það er þá gert með svona þjöl sem fylgir með, og svo þegar það er búið, þá finnum við réttu nálina og við stingum hér inn í spísinn og hreinsum hann. Og það er mjög mikilvægt að vera með réttu nálina. Ef við erum ekki með réttu nálina,
og þá getum við annarkvæmt náum ekki að hreinsa spísinn eða að við stækkum gatið og þá er spísinn ekki svona eins og hann segir til um. Svo skulum við aðeins kíkja hér á annan búnað, eins og til dæmis gleraugu. Svona gleraugu eru orðin voða vinsæl í dag, virka fínt, en veit ekki sérstaklega góða vörn fyrir svona í kringum augun. Þá eru þá betri þessi hérna, bara gömlu góðu, sem að loka alveg að og þessu er líka voða hentugt, það er hægt að lyfta upp, þá sjáum við vel í gegnum þau. Einnig eru svona, minni á skíðagleraugu, þessi eru með styrkleika fyrir loksuðu og eru fín líka og loka alveg. Þegar það kemur að því að stilla tækin fyrir réttan fyrir spísana, að þá getum við stuðst við svona töflur sem við annarkvæmt fáum hjá þessum söluaðilum sem eru að selja tækin eða finnum þetta í töflubókum. Þá er það gefið upp sem sagt stærðin á spísnum og það segir til hvort við erum að fara að lokssjóða eða lokkskera, hvaða þrýsting við eigum að vera með annars vegar á súr og hins vegar á gasinu. Þegar við erum búin að nota tækin, þá verðum við alltaf að muna að skrúfa fyrir. Og það er ekki nóg að bara skrúfa fyrir, heldur þurfum við líka að tæma slöngurnar. Því við viljum aldrei geyma tækin með fullum þrýsting á slöngunum. Svo hérna í restina þá ætla ég aðeins að tala um mismunandi loga á tækjunum og í leiðinni ætla ég að fara yfir það hvernig við kveikjum. Við erum með svona kveikju hérna. Það sem við gerum er að við skrúfum örlítið frá gasinu, setjum pínu súr og kveikjum svo. Og hér sjáum við loga sem við myndum kalla svona kolefnisríkur logi. Þetta hér er mikið gas en lítill súr. Svo að við skrúfum hér frá súrnum. Þá fáum við logan svona hreinan og fínan. Og þetta er svokallaður hlutlaus logi. Og svo ef við skrúfum meira frá súrnum, þá erum við komin í svokallaðan súrefnisríkan loga. Og svo þegar við skrúfum fyrir tækin, þá byrjum við alltaf að skrúfa fyrir gasið og svo fyrir súrin. Takk fyrir.